sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það er 23. nóvember fyrir þá sem að hlusta á eftir á þetta viðtal og já, ég kom að lína annan bikarmeistara í fitness og já, þetta var jafnframt líka hans fyrsta mót í bikarkeppninni og það er Ingi Sveinn Birgisson frá Stokkseyri komin að lína. Komdu blessaður, sæll hefði ekki? Sæll og blessaður. Herðu, til hamingju með þennan frábæra árangur. Þakka fyrir. Já, má segja þú hefði komið sjálfum óvart fyrir þetta mót. Það má alveg segja það, já. Ég átti aldrei vona því að vera í sæti eða hvað þá vinna allt sem ég gat unnið á mótinu. Nákvæmlega. Og já, kannski ég byrja að fara í grunninn, hvað kom til að þú byrjaðir að hafa áhuga á fitness? Ég eiginlega veit ekki, það manna ekki. Þú veist, kærasta mín Rakel náttúrulega keppti í þessu núna fyrir 2 árum eða eitthvað. Og ég er búinn að vera að æfa, þú veist, liftingar og eitthvað svona í, þú veist, 4-5 ára eða eitthvað. Ég er búinn að slá til, margir búinn að skora á mig líka og svona. Enda, já, þú varst heldur betur vígalegur þarna helgina? Já, það ekki að verið. Þetta var alveg bara, þetta var líka geðveikt gaman bara. En já, í kringum svona fitness mót þá hefur þetta ekki væntanlega verið mikill undirbúningur hjá þér? Já, alveg 3 mánuðir á ströngum, þú veist, ströngum mataræði, breytingar á mataræði og harðari æfingar og svona, alltaf eftir sem maður dreifur nær. Þannig að það var ekkert verið að skreppa mikið í pulsuvagnin? Nei, það var alveg langt aftarlega í huganum, sko. En já, þú æfir það ekki í sportstöðinni hérna á Selfossi? Jú, það er sportstöðinni. Og já, hverjir hafa svona verið svona helstu bakkerla þínir eða svona verið að þjálfa þig svona upp? Ég segast fyrir mótið þá var ég í fjárþjálfun hjá Fitness Akademíunni, Sigurði Gestinni, sem að á sama tíma heldur þessi mót, kall. Og annars hafa þeir staðið þéttið baki á mér eins og Óli og svona. Og bara flestir sem að eitthvað vita ef ég geta spurt í sportstöðinni. Það vantar að vita eitthvað, sko. Já, nákvæmlega. Og Átni er alveg sanngjarn við mig og sponsor mig og svona. Já. Já, og Árni Steinars hann er náttúrulega ekkert lambaleika sig við, hann er náttúrulega það ekki svolítið mikið naut. Hann er nautgripur, það er alveg rétt. Já, og já, er hann þá búinn að láta þig lyfta svolítið mikið af þungum hlutum þarna? Já, ég er búinn að taka þátt í kraftliftingamóti hérna hjá honum eins og 2 árs. Og svo er einmitt aftur svoleiðis núna í desember. Já. Meðan desember verður aftur kraftliftingamóti í sportstöðinni sem ég tek á því. Og þar mætið þú náttúrulega í hörkuformi? Já. Mæti vonandi í minni besta formi til kraftliftinga. Og svo aftur í apríl vonandi á fitness. Já. Í ennþá betra formi. Og já, þú væntanlega eins og kom núna þá varstu náttúrulega bikarmeistari og svo, já, vannstu náttúrulega overall líka. Já. Þannig að ég gaman, sko. Og að koma heim með 2 bikara, það hefur ekki verið leiðilegt. Nei, það var mjög gaman, sko. Faðir minn sett á Facebook að slagur ársins væri þegar 1 bikar er ekki nóg. Já. Þannig að það eru konið 2 þá núna? Já. En þú kemur frá Stokkseyri fyrir þá sem ekki vita? Já, ég kemur upprunalega frá Hæðarenda í Grímsnesi. Ég er búsettur á Stokkseyri, já. Já. Og þú ert miklu stórum með ekki bræðrahóp? Já, erum 7 systkini, 5 bræður. 2 systur. Öll mjög náinn. Og ert þú ekki yngstur úr þeim hóp? Næst yngstur. Næst yngstur. Þannig að þú þurft að
taka á nokkurum eldri bræðum í gennum tíðina? Heldur betur. Já. Þessi búin að styrkja mig mikið. Já. En já, svona með framhaldi á þér núna, það náttúrulega fitness í apríl og þú stefnir á því að taka þátt í því? Já, ég veist að sé ekkert annað í boði. Ég finnst að þetta gekk svona vel á fyrsta móti. Það voru bara að taka Íslandsmótið. Já. Með trompi. Og þetta opnar það ekki væntanlega marga möguleika fyrir þig að vera svona byggameistari? Já, þú veist, svo sem. Kannski auðvöldar að fá fyrirtæki til þess að styrkja sig þannig. Og þú veist, svo meiri möguleikar kannski að maður komist einhvern veginn út að keppa og svo leiðis. Eftir sem maður vinnur meira, sko. Já. Og já, vel það kannski, þú veist, þegar maður myndi vilja byrja með einhverja þjálfun eða eitthvað. Það er út í eitthvað svo leiðispakka. Það er ekkert ákvæðið það ennþá. Og já, kærastæðin, hún hefur væntanlega það ekki sýnt þér öll helstu triksin í kringum svona mót? Já, hún gæti hjálpað mér mjög mikið í sambandi eins og pósur. Svona koma mjúkum hreyfingum í mig. Og veist að brosa og svona á siginu og já, svona, hún gæti alveg hjálpað mér rosalega mikið og hún alveg á helmingssluti því að ég gæti gert þetta. Ég hef aldrei, held ég, náða að lifa þennan niðurskurðu af án hennar. Nei. Hún alveg hélt mér við efnið á öllum stöðum. Það er sem sagt niðurskurðurinn sem er svona erfiðastur svona fyrir mót? Já, allra erfiðastur. Og maður fer í svona kolvetna svelti, sko, eða þannig. Það er lítil kolvetni í, þú veist, kannski 2-3 dagar fyrir mót. Þá er maður alveg, sko, þú veist, hefur maður ekki orku til að blikka augunum, sko. Nei. Og þú veist, það eru svona erfiðustu dagarnir, sko, en svo er náttúrulega bara erfitt allan niðurskurðinn, sko. Maður er að fá minni næringu heldur vanalega til þess að komast í þetta form. En maður þarf væntanlega það ekki að vera svolítið andlega sterkur fyrir svona keppni? Já, ég sé alveg að segja það. Maður verður svo að vera svolítið ákveðinn í þessum. Nákvæmlega. Þetta er, já, stórklega. Og þú, já, það sem er framöndan þér, það er núna í desember, þá ert að fara að taka á hvaða þjálfarinn þínum í liftingum? Taka í kraftliftingamót í sportstöðinni? Já. Þá fer ég í það og svo í janúar þá byrja ég bara, þú veist, ég nota bara kraftliftingarna til þess að byggja með hans upp og svo byrja bara í janúar eftir hann byrja undirbúningur fyrir aprílmót, sko. Það er Íslandsmót. Þetta er það ekki, þegar maður er búin að prófa þetta sport að þá verður þetta hálfgerðum lífstíl? Já, það verður að vera það. Já. Þið er ekkert að kíkja barinn, sko. Nei, nákvæmlega. Ingi Sveinn Birgisson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangið sem allra best. Þú væntanlega heldur áfram í þessu. Það er náttúrulega, já, bara gott að heyra að þú takir þátt á mótunni í apríl. Já. Það verður bara mjög gaman. Já, nákvæmlega. Ég ætla þannig að passa mig að vera ekki bera ofan hliðin á þér. Allan að passa að kona mín sjáu það ekki. Já, akkurat. Ingi Sveinn, takk að kærlega fyrir og gangið sem allra best. Já, takk. Bestu þakkir. Já, þetta var frábært mót þarna sem haldið var fram mitt í Háskólabíó síðustu helgi en 90 keppendur kepptu á þessu móti og það var náttúrulega keppt í 6 keppnisgreiningum og það var alveg sigurvegarar að heildartitli hverja keppnisgreinar og það var náttúrulega í Model Fitness eins og við komum inn áðan var það Aníta Rós Aradóttir sem stóð uppi sem heildarsigurvegari eftir mjög jafna keppni við Albjörgu Örnu G. Smáradóttur sem eins og Aníta sigraði sinn flokk og Birnu Ólafsdóttir sem var bikarmeistari unglinga og jafntefli var á milli þeirra tveggja í heildarkeppninu og stóð Aníta uppi sem sigurvegari þegar jafntefli var útkláð og svo heildarsigurvegari í fitness flokk kvenna var
Sandra Ásgrímsdóttir eftir keppni við þær Sif Garðarsdóttir og úlingurinn Söru Mjöll Sigurðardóttur sem sigruðu einni sína flokka. Sif Garðarsdóttir áhugafólki líka sagt vel kunn enda mætti hún nú til keppni eftir 10 ára hlé og stimplaði sig heldur betur aftur inn með bikarmeistaratitil í sínum flokki. Það var Rakel Svava Einarsdóttir sem sigraði svo í Ólympíu fitness kvenna en í fitnessflokk karla var það úlingurinn Ingi Sveinn Birgisson sem við vorum einmitt að tala við hér rétt áðan sem sigraði heildakeppnina gegn Svein Má Ásgeirssyni sem hafði áður sigrað fitnessflokk karla. Og í sportfitness kalla voru þeir Sindri Már Björnsson, Ásbjörn Árni Ásbjörnsson og Reynir Varner Lord sem kepptu heildatitilinn eftir að hafa sigrað sína flokka. En Sindri Már sigraði þá viðureign og stóð uppi sem heildasigurveri í sportfitness. Nú það í bili, meira þetta á fitness.is og endilega kynna sér þetta sport betur og svo náttúrulega hérna á Selfossi, það náttúrulega sportstöðin, það sýnir greinlegt að það skilar miklum árangri til keppanda í þessum flokkum. En við ætlum næst að fara í MMA, við Íslendingar eignumst 2 Evrópumeistara nú helgina í MMA en þeir tóku þátt einmitt í Birmingham. En við ætlum að byrja samt á undan því að fara aðeins í sundið. Hún Hrafnhildur Lúthersdóttir, hún varð Íslandsmeistari í 10 greinum í sundið þar síðustu helgi og sló Íslandsmet í 7 þeirra. Geri aðri betur. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir Sportþátturinn mánudagskvöld.